Lífmassi er mælikvarði á hve mikið efnismagn af lifandi efni við erum með einhvers staðar. Lífmassi er ekki mælikvarði á hve margar lífverur. Ef ég er að skoða til dæmis eina sléttu eða eina eyju eða eitthvað, þá er ég ekki til dæmis að telja hvað eru mörg grös, heldur ég er að áætla hvað ef ég tek öll grösin og legg efnismagnið saman, hve mörg grömm eða hve mörg kíló eða tonn er ég með af grasi. Það er þó lífmassinn fyrir grasið. Og lífmassinn fyrir grasið er alltaf meiri heldur en lífmassinn á lífverunum sem lifa á grasinu. Þær eru alltaf færri. Eða það er að segja, lífmassinn er minni. Og það eru leiðandi líklega færri því þær eru oftar stærri en grasið. Og þeir sem að lifa síðan á grasbítunum, þar er lífmassinn ennþá minni og svona minnkar þetta og minnkar eftir því sem við förum ofar. Ástæðan fyrir því að þetta minnkar er að orkan sem er bundin í frumframleiðandum sem er hérna neðst, hún nýtist fyrsta stigs neytendunum ekkert sérstaklega vel í það að stækka því að þeir þurfa að nota megnið af orkunni, eða réttara sagt, 85% í að hreyfa sig, í að endurnýja sig, í bara að lifa. Þannig að það fer ekki nema 15% í að stækka svona heilt yfir fyrir næsta þrep og sama á við á hverju þrepi fyrir sig. Þetta myndar í raun það sem við köllum fæðupíramída. En lífmassi er að mæla þetta í grömmum eða kílóum eða tonnum, hvert efnismagnið fyrir hverja tegund fyrir sig eða hvert þrep fyrir sig. Við getum líka mælt bara lífmassa einnar tegundar.